byrja þetta. Velkomin í þessu útsendingu KA TV. Seinni leikur dagsins í blakkinu KA HK. Það er stuð á liðinu. Klárlega. Hér eru dómarar leiksins Gunnar Garðarsson og Þorvaldur Þorsteinsson. Þorri ætlar að vera honum til aðstoðar. Þá er það bara næst byrjunarliðin. Það er Hanna María, hún er vist nummer 2, ekki nummer 3 eins og Benni vill halda fram. Nummer 4, Edda. Nummer 9, það er Laufey okkar. Nummer 10, það er Sara Ósk. Og nummer 18, Heba Sól. Nummer 19, Arna Sólrún. Og líberó nummer 3, Matthildur. Það er það Káa. Það er nummer 2 Nera, nummer 3 Helena. Nummer 4 Heiðrún, nummer 5 Pála. Nummer 6 Gía. Nummer 7, það er Jóna Margrét Arnarsdóttir. Og svo er það líberó Valdís. Já, við lofum spennandi og skemmtilegum leik eins og kallaleiknum. En kallarnir áttust við rétt áðan þar sem að KA sigraði 3-0. Segir ekki alla sögu leiksins þar sem að þetta var hörku spennandi leikur. Þá er allt að vera til reiðu hér. Og það er HK sem byrjar. Já, vel gert hjá Pálu þarna. Helena lemur þannan. Fín vörn. Já, hún lemur hann út í horn. Heba Sól. Vel gert hjá henni. Já, þessi fór í strenginn og truflaði Pálu. Fín uppgjöf, Ás. Og gaf hann Ás á þetta. KA sem stendur í öðru sæti Mískonardeildarinnar og HK í 4. með 15 stig. KA með 32 en svo Afturelding sem er í efsta sæti. Vel slegið hjá Helenu. Góð vörn. HK lauma. Míra setur hennar bolta út. Óheppinn.
Fín uppgjöf. Edda með 4 í röð. Það var aðalkynni leiksins mættur. Gústi var að lýsa K.A. Fylki sem endaði 1-1. K.A. misnotaði vítaspyrnu. Nú bjóða hann velkomin, ég er farinn. Já, lega ég mæti þá skora K.A. stig. Hlýta lítið svo að það sé gott að ég mæti þetta. En já, magnaður leikur hér í gangi. Jónaði boltan upp á Neru og Nera. Frábær björgun hérna á Eddu. Boltinn yfir og þetta er gott stig. Það var hún Laufey Björk Sigmundsdóttir. 5-1 fyrir gestina. Greinilegt að gestirnir úr Kópavogi hafa engan áhuga að endurtaka sem karlalið gerði það, það var 3-0 og kemur uppgjöfin frá sjáu hérna bolta, já, þessi er það í gangi. Þessi bolti lekur yfir netið og niður í gólfið. Já, Arna Sólrún Heimisdóttir. Fyrsta stigið hennar í leiknum. 6-1 fyrir gestina. Þetta er ekki byrjað sem K.A. ætlaði sér. En K.A. hefur svo sem byrjað síðan 2 leiki bara afar illa. Lent 2-0 undir núna gegn Aftureldingu og svo síðast gegn Álftanesi. En í bæðskipti náð leiknum í Oddahrinu. En þetta gerir Jóna ágætlega en kemst ekki frá Helenu, þannig að Helena kemst ekki að boltanum. 7-1 fyrir gestina og tekur Miguel Mateo Castrillo og þjálfari K.A. leikli. Skildi svo sem engan undra, 4-0 komast gestinir í, þá skoraði K.A. stig og komið núna 3 stig í röð fyrir gestina, 7-1. Já, minnum á að K.A. TV líka í beinni í Boganum, þar eru við sína leik Þór K.A. og Vals í fótboltanum. Nýbúinn að sýna einmitt kallaleik K.A. og HK hér í flagginu og í Boganum fór á sama tíma fram leikur K.A. og Fylkis í Lengjubikarnum. Jæja, sjáum hvað þetta leikhlé skilar. Magnað að fá þær Jónu og Arnrúnu aftur inn í hópinn, það er mista síðasta leik. Áfram með smjörið. Gefur þessu bolta frá Hebu Sól. K.A. nærverðast þessu. Helena með bolta sem Hanna María gerir vel í að lesa og þessi bolti fastur og Pála nær ekki að stýra þessu. Þessi er út. 8-1 fyrir gestina. Laufey Björk Sigmundsdóttir, 2 stig hjá henni. Heldur betur öflug byrjun hjá Kópavogsliðinu. Heba, þessi er ólangur, þessi var allt ólangur. Og K.A. lesta vel. Þá kemur líbero skipting. Valdís fer út og Arnrún Eik kemur inn í hennar stað. Nú þurfum við nokkur stigum í röð á að halda til að koma aftur spennu í þessa fyrstu rinnu. Þetta er fín móttaka, kemur boltinn frá henni Örnu en K.A. nær að stýra þessu. Nú kemur þægileg bolti yfir. Hvað gerir HK-liðið úr þessu? Fasti og Jóna nær ekki að stýra boltanum upp. Hún blótar sjálfur í sér, mikil keppnismanneskja. Já, sjáum hvað Hanna María gerir í uppgjöfinni. Þessi bolti beint að Pálu, Pála missar henni svo langt og þetta er stig. Þetta var hún Sara Ósk sem að lúrði þetta við netið.
og plaffaði með báðum niður. Þessi byrjun hjá HK-liðinu algjörlega mögnuð, en á sama tíma er KA-liði þriðja leikinn í röð að byrja illa. Pála upp á boltinn á Sóley sem kemur boltan yfir og svo kemur flott átja Pálu, aftur Reynar og Sóley, ok, sem boltur á lífi og Jóna nær svo ekki að stýra honum. 11-2. Þá kom misjafn uppgjöf frá Hönnu Maríu og KA-liðið fær hérna lífsnauðsynlegt stig, minnkar í 8 stig og þá kemur skipting. Gígja Guðnadóttir mætt í framlínuna. Heiðrún í uppgjöfinu fyrir KA-liðið. Þetta er fín uppgjöf en flott móttaka þarna frá henni Hönnu. Þessi bolti beint á Jónu, hún að gera vel. Heiðrún upp á Pálu, Pála til Olmó. Já. Þessi bolti enn í leik, hún kemur hörkus, masa þessir inni, þessi var allan daginn inni. Laufey Björk Sigmundsdóttir kom með 4 stig hérna. Er að byrja leikinn af miklum krafti. Og já, KA-liðið hefur einfallega að fá svör við öflugu leikgestana. Það eru líka óhrætt við að þjarma KA-liðinu, smassa eins og að geta. Öflugur sóttaleikur. Kemur Jóna upp á Gíu, Gíja skorar. Já. Hanna var aldrei að fara að ná að stýra þessi betur. KA-liðið skorar sitt 4. stig. Það er öfugt, það er 12-4. Jæja, þá er allt orðið klárt á okkur. Þetta er stig til gestana. Jæja, erum við að fara að sjá algjört burst í þessari fyrstu hrinu. Já, þetta kemur þetta af Ás. Hreinn Ás þarna frá henni Örnu Sólrúnu Heimisdóttur. Arna Sólrún því áfram í uppgjöfinni. Þessi bolti fastur en allt og langur. Og Sóley þurfti að stíga frá til að fá hann ekki í sig. Ef hún hefði snert hann þá hefði það auðvitað verið stig fyrir HK. Það var Pála. Það gerir hún hér, Pála til Olmó. Trúlega flott blakkona, nær boltanum ekki yfir. Og aftur 10 stiga munur, 15-5. Og þá er aftur skipting. Valdís mætt til leiks á KA-liðinu. Þessi bolti, Valdís tekur vel við honum. Jóna upp á Helenu, Helena plaffar þessu fram hjá Háurtinu og klárar þetta. Þetta gerir Helena vel. Helena átti algjöran stórleik gegn Álfleysingum í síðasta leik. Núna miðvikudaginn. Og við þurfum aftur á henni að halda. Þá er Gígja Guðnadóttir fyrirliði KA í uppgjöfinni. Hún er með þær ansi góðar uppgjöfnar. Já, það ná að bjarga þessu, en KA-liðið ætti að geta gert vel núna. Boltinn frá afturlínu frá Pálu og það sér út. Hittir ekki völlinn. Það var svo sem fínt spil. Pála er það stór líka með langar hendur að hún getur slegið boltan ansi ofalega. En hittir ekki völlinn þarna. Þá aftur leiklið hjá Miguel Mateo Castrillo. Þetta er vantarlega að loka áhlaupið hjá KA-liðinu í þessari fyrstu hrinu.
16-6. Nei. Það eru komnar lokatölur í Garðabænum. Stjarnan vinnur 24-23 sigur á KA Þór með að skora mark úr vítakasti þegar leiktíma búinn. Gríðarlega svekkjandi niðurstaða þar. Þegar KA Þór hafði leitt lengi vel. En hvað það? Við erum að fylgjast með þessum leik hér í KA-milinu. KA HK. KA misti af stigi í síðasta leik þegar liðið vann 3-2 sigur á Álftanesi í Oddahrinu. Stefnan kom boltanum yfir. Kemur flottur bolti þarna frá gestunum og Hanna María að skora 11 stiga munur fyrst því að Hönnu. Þá kemur skipting. Nera Mateljan kemur inn fyrir Sóley Karlsdóttur. Nera búinn að koma frábærlega inn í KA-liðið núna eftir áramótin. Komur henni óvænt inn í KA-liðið. Hún bara flutt til Akureyrar. Og það spurðist út að hún væri hörkublakari. Hún kíkti á æfingar og hefur komið svona skemmtilega vel inn. En þessi uppgjöf of löng. Edda þarf að kyngja því. Þessi bolti frá Jónu fín. Nú kemur bolti frá gestunum. Arnrún upp á Helenu. Helena plaffar þessu. Frábær móttaka þarna. Og hún er lag fyrir gestina. Og þær nýta sér það. Þetta er gott stig þarna. Já, hún í Laufeyju. KA tekur við þessu. Nera upp á Pál afturlínunni. Þær eru enn að taka við þessu. Frábær móttaka hjá HK-liðinu þessum aðeinsleiks. Nera Mateljan. En sjáu þessa blokk. Hanna María tekur þetta í blokkinni. Og já. Þá er skipting á KA-liðinu. Jóna fær að fíla aðeins. Og Amelía Ýr er mætt til leiks. Hún kom bara skemmtilega inn í sísta leik. Amelía Ýr, ung og efnileg stelpa. Ekkert langt síðan hún hóf að byrja að blaka. Hún er mikil í þetta stelpa. Og KA-liðið skorar hérna. Helena Kristín. Annars stigið hennar. Og kemur Heiðbjört inn fyrir Helenu. Já, sjáum hvað Heiðbjört hefur fram að færa. Fít bolti en frábær móttaka vandaði. Þarna er Heiðrún klári að negla þessu niður. Heiðrún Júlía, fyrsta stigið hennar. Og magnaður ás þarna hjá Heiðbrá. Já, Heiðbrá gera vel hérna. Þetta er svo sem erfitt að snúa þessari hrinu sér í vil, en það getur allt gerst í blakinu. Heiðbrá gerir þetta vel, boltinu upp á Pálup, en boltin aðeins á langur frá Amelíu. Og gestirnir aftur 10 stigum yfir. En það er flott hjá Matteo að lesa
lesi í þetta. Þessi hrina nú væntanlega töpuð. Að leyfa ungu stelpunum að spila og mæta svo á fullu gasi inn í næstu hrinu. Pála tekur við þessu. Fær boltan aftur og hún plaffar þessu. Þetta stig. Situr þetta boltan beint á Eddu sem að náði ekki að bregðast við. Það gerir Pála mjög vel og fínn bolti frá Amelíu upp á Pálu. Æja, Heiðrún í uppgjöfinni. Gestirnir aðeins 5 stöðum frá því að taka þessa fyrstu hrinu og ég held að það þurfum náttúrulega kraftaverk til að taka það af þeim, en kemur þægileg bolti fyrir KA-liðið. Kemur Amelía upp, fastu bolti á Gíu, það ná að bjarga þessu, boltin hérna yfir og þarna er Nera, plaffar þessi hávörðuna út, KA-liðið fast í. Nera Mateljan, feysir stigið hennar. Nera er mikill blakheili og er einmitt farin að þjálfa öldungalið KA í karlablakinu, það sé að öldunga karlablakinu. Gaman að fá hana svona óvænt inn í starfið hjá okkur. En 20-12 leiklið hjá honum Emil. Það er bara að stoppa þetta strax í fæðingu hjá KA-liðinu. Sjá til þess að gestirnir taki þessa fyrstu hrinu. Jæja, Horta komið aftur á stað hjá okkur. Móttakan áfram góð hjá HK-liðinu og þessi bolti endar hjá Neru. Nera plaffar þessu en hittir ekki yfir netið. HK 4 stigum frá því núna að klára þessa fyrstu hrinu. Það er bara spurning hversu stór sigurinn þeirra verður í þessa fyrstu hrinu. En nú er hins vegar algjört must hjá KA-liðinu að koma tilbaka strax í næstu hrinu. Ekki láta leiki fara 2-0 eins og síðustu 2 leikir hafa farið. Kemur hörku smass þarna frá Söru Ósk en hún nær ekki yfir netið. 21-13 núna fyrir gestina. Nera Mateljan í uppgjöfina. Ágætis mæting í KA-liðið hér í dag. Fín stemning. Nera, þetta er fín uppgjöf, það kölluðu út en Laufey ákvað að reyna við boltan en hikaði hann, hún náði ekki að stýra hann um neitt. Það getur verið erfitt þegar maður er algjörlega handviss að fara að taka bolta, heyra allt innu út og maður er eiginlega komin á stað í að taka mútið boltanum, að hætta við. Nera aftur, hann sér út, núna hlustaði Laufey, lét hann fara. Þessi bolti beint á Arnrúnu sem gerir vel, kemur beint á Amelíu. Amelía stutt uppspil á Gíu. En hún nær ekki boltan yfir. Þessi KA-liðið að treysta á 2 ungar stelpur í uppspilinu núna eftir að Luz Medina, eða Medina Luz yfirgaf liðið. Kemur Pála til Olmo. Sér út hjá henni. Og HK 1 stigi núna frá því að taka fyrstu hreinuna. Spurningur að vera að drífa þetta bara af. Að við vitum bara að séum loks klár í næstu hreinu. Það kemur misjafn uppgjöf hérna frá henni Örnu. Pála del Olmo. Helena Kristi mætir aftur til leiks.
Bolti frá Pálu en góð móttaka á Líney og þessi bolti áfram í leik þessi Arnrúnu. Pála. Fína móttökurinn á Báðabóa. Neyra upp á og Arnrúnu upp á Helenu. Helena. Jæja, þetta er vel gert. Kemur boltinn afturlínu. Pála tekur við þessu. Gíja upp á Helenu. Helena plaffar þessu hávörnin. Gíja aftur. Amelia upp á Helenu. Helena reynir aftur og núna skorar hún. Já. Þetta var flott fletta. KA-liðið sýndi líka bara yfirvegun. Hélt áfram bara að leggja upp gott spass í staðinn, taka einhver örvæntingabolta yfir. Pála með bolta hérna sem að er virkilega vel gert hjá Matthildi að berga og hérna kemur 25. stigið. HK vinnur 25-16. Heba Sól Stefánsdóttir sem að skorar og 9 stiga sigur HK í fyrstu hreinu staðreind. Þetta var svo sem búið að vera í kortunum frá byrjun hreinunar, komust strax í afar góða stöðu gestirnir og tókst að sigla þessu heim. En skulum kíkja hérna á stigaskorið. Helena Kristín Gunnarsdóttir stigast hjá KA með 3 stig, Nera með 2, svo voru þær Heiðrún Júlía Páladal Olmó, Gíja Guðnadóttir og Heiðbrá Björgvinsdóttir alla með 1 stig. KA-liðið oft skorað meira heldur en þetta í fyrstu hreinu, en sjáum gestina, þar er Laufey Björk stigast með 5 stig, Hanna María, Edda Björk, Heba Sól og Arna Sólrún allar með 2 stig og Sara Óske með 1 stig. Kíkjum svo á hvernig stigin skiptust í þessari fyrstu hreinu. Það er svona 16-25 sigur HK, 8 stig úr smössum hjá gestunum gegn 6, 2 ásæðar KA gegn 3, engilum að KA gegn 1, ekkert blokkstig að KA gegn 2 og 11 stig sem að HK skora eftir mistökur á KA-liðinu. Og ljóst að KA-lið þarf að aðeins að skerpa á sínum leik. Þetta var ekki alveg eins og við vildum hafa það. En á sama tíma hrósti gestana. Það er mættu klárar hérna frá fyrstu mínútu. En já, alltaf verða klárt núna fyrir næstu hreinu, ekki seinni hreinuna, það er alltaf að verða klálega 3 hreinur ef ekki meira. Eins og ég búinn að segja að KA-liðið hefur síðustu 2 leiki tap þessu 2 hreinunum en komið tilbaka og náð upp í 8 hreinu. Ég var alveg til í að sleppa því að lenda 2 undir hér í dag. En HK-liðið er að sýna styrk sinn. Þær hafa ekki alveg nógu miklu stöðuleiki vettu með oft áður. En það býr gríðarlega mikið í þessu liði HK. Það er líka væntanlega ansi mikil ánægja hjá öðrum en KA á afturheldingu með bikarkeppnina. KA og Afturhelding mættust eða drógu saman í 8 úrslitunum, þannig að það verður annað af 2 toppliðunum sem að verður ekki í bikarhelginni skemmtilegu. Gerir þetta að hafa verkum að það er þannig að það alltaf sjálfsögðu eykur möguleika annarra liða á að hamba bikarnum þegar annað af toppliðunum er dottið út í undanúrslitunum en fyrir undanúrslitin. En talandi bikarinn þá er KA HK kallamegin á miðvikudaginn í Fagralundi. KA sjálfsögðu að reyna að verja bikarmeistaratitilinn sinn.
búin að vinna núna síðustu 2 ár í röð. Kemur Jóna Margrét með fyrsta boltan. Taka áfram vel við þessu og hér kemur bolti sem að Helena sér við. Bolti svo upp að Pálu afturlínunni, hún smassar þessu. Matthildur með flotta móttökur og kemur boltin frá henni Hebu. En KLI bjargar þessu. Boltin upp á Neru, Nera Matheljan. Og hvað dæmt er? Net á gestina. KLI komið í 1-0. Já. Strax var önnur byrjun á KLI þessari reynu en það er fyrstu. Jóna Margrét með hérna bolta sem áfram. Matthildur tekur við. Matthildur með frábæra móttöku hér í dag. Og hér jafnaðir metin í 1-1. Já. Sem betur fer slapp þetta. Arnrún hérna reyndi að berga bolta, lendi á skiltinu. Boltinn datt hérna á eina unga stelpu þarna sem verður örugglega blakkar í framtíðinni. En jæja, áfram með þetta. KLI fær stigið hérna. Vísandi uppgjöf. 7. uppgjöfin sem missettast hjá gestunum. Í leiktum þarf að segja. Helena Kristín Gunnarsdóttir. Þessi bolti hérna, Matthildur tekur hann. Kemur boltinn þægilega fyrir KLI. Helena upp á Jónu, Jóna upp á Heiðrúnu og hún skorar. Virtist að vera hálf hissa á þessu. En gott stig, Heiðrún Júlía skorar 2 stig á henni. Helena því áfram með uppgjöfinni. KLI komið 2 stig í röð. Helena fít bolti en Laufey gerir þetta vel. Og miskilningur á gestunum og KLI fær stigið. Þetta var fjórslag. Það er seiling, þetta var fyrir ekki. Þetta er með seilingu. Emil, þjálfari HK, ekki sáttur með þetta. Talar hann bíó hérna. Spurningum þessi nýja bíó eða borgarbíó. Það eru 2 fyrir norðan. Og boltinn þetta fer af Matthildur sem ætti að fara. Þetta ansi klaufalegt. Ás fyrir Helenu, þá verður vikið. Matthildur búin að eiga stórleik í móttökunni líbero og gestana. En fekk hann hérna í sig á leiðinu út. Og bæði liðin búin að skora 3 stig úr ásum. Það komið 3 ása. Helena Kristín. KLI 5-1 yfir í annar hreinu. Fristi þess að jafna í 1-1. Einhver reykist hérna, þannig að við bíðum á meðan. KLI komið 4 stig í röð eftir að gestur jöfnuðu í 1-1. En þá erum við klár í slagina ný. Helena Kristín. Að taka ágætlega við þessu. En Háarna Káa stýrir þessu en Arnrún hittir ekki boltana eða vel og HK minnkar í 5-2. Og á fyrir Arnrún út og Valdís Kapitola kemur inn í staðinn. Líbero skipti ekki á KLI-liðinu. Já, Valdís, það er þessu bolta. Nera Matheljan en hittir hann ekki nægilega vel. Þessi bolti bara beint í netið. Já, eins og segi, ansi mikilvægt fyrir KLI að taka þessa hreinu. Það er rosalega erfitt að lenda það 2-0 undir. Valdís upp á Jónu, Jóna hittir hann illa og Pála í ótrúlega erfiðri stöðu þarna. Hún var eiginlega bara alveg fyrir aftan dómarann þarna. Það hefði verið ótrúlega þegar hún að koma þessu bolta löglega yfir. Og HK er búið minnkandi í 1 stig, 3 stig í röð á þeim. Þessi bolti Arnrún upp á Jónu, Jóna hratt uppspil á Heiðrúnu og hún skorar. Já.
Heiðrún Júlía átta til sín taka. Þá kemur Gía fram á meðan Heiðrún fer í uppgjöfina. Svo þegar Heiðrún búin að klára sínir uppgjafir, þá kemur annarkvæmt Arnrún eða Valdís inn. Fer sem miðin út fyrir líberó. Já, Nera lúrir hérna, það ná að bjarga þessu frábæri móttaka hjá gestunum. Gía, Jóna upp á helunu sem reynir að lauma, þar sjáum við þessu. Boltinn. Svo langt til hliðar hérna og Arna Sólrún nær ekki þessum bolta. Það er rosalega erfitt þegar boltinn er að detta alveg upp við stöngina. Og Arna náði ekki þessum bolta. Heiðrún því áfram hérna en nær boltanum ekki yfir og hún kemur þá út af í kjölfarið og Arnrún kemur þá inn í hennar stað. Og Hanna María fyrir gestina. Bolti fastur en Heiðrún með Helena fyrirgefi alveg með þetta. Og svo í kjölfarið kemur bolti frá Gíu þar náðu þessu og þessi bolti svo út frá henni Laufey. Og Káa heldur 3 stiga forskoti. En ef Matti verið að taka vel í boltanum og svo kemur þessi bolti út. Já, Laufey smassar út. Káa 4 stig við núna. Allt annað að sjá Káa-liðið í þessari annar hinu heldur en þeirri fyrstu. En á sama tíma er HK-liðið að gera fleiri mistök. Þessi móttaka ekki nægilega góð, þannig að Matti kemur boltan þægilega yfir. Gía, Jóna, laumar, já. Þarna byggist allir við uppspilinu beint á Gíu tilbaka, en Jóna laumaði bara og kláraði þetta. Frábærlega gerð, sá að það var galopið svæði á miðjunni. Jóna er komin á blað, 1 stig á henni. Hún mista síðasta leik, búin að vera aðeins tæp núna, en bítur á jaxtinu og er þeim með í dag. Og svo kemur þetta stig hérna frá henni Örnu Sólrúnu. Hún er komið 3 stig núna. Arnrún gerir þetta vel. Jóna upp á Pálu. Pála í þröngu stöðu, þessi fer af antennunni eða spírunni. Þannig að þessi er dæmdur úti. Arnrún með flotta móttöku, Jóna upp á Pálu. Núna gengur þetta upp á Pála, klárar þetta. Já. Pála með annað stig sitt. Neifum Pálu svolítið inni. Það er þokkalega gott að eiga leikmann sem Pálu til Olmó svolítið inni. Og það fer hún sjálf í uppgjöfina. Þetta er fínn bolti en kemur smassi frá henni Örnu, en móttakan Káa-liðinu flott. Pála á afturlínunni. Þessi bolti dettur á netinu og erfitt skopp þarna fyrir Örnu sem var komin alveg ofan í þetta. Og Pála til Olmó færð að skráða sig 3. stig hennar. Og þá er skipting, Arna fær það aðeins út og inn kemur hún Laila Sara. 12-7 fyrir Káa. Þetta er búið að vera flott byrjun á annar hreinu. Boltinn hérna upp á Lailu og Arnrún tekur þetta. Jóna þarf að sækja þetta langt. Setur hann að Helena missetur þennan bolta. Já,
Laila þá komin í uppgjöfina. Þessi bolti frá henni eins var ekki yfir netið. Þetta 7. uppgjöfi sem fer forgörðum hjá gestunum. KA því áfram 5 stigum yfir. Sjáum hvað Gíja Guðnadóttir gerir. Fínn bolti en flott móttaka og svo setur við boltan á hana Hebu sem gerir betur að þetta og svo kemur Helena Kristín með flott spass þarna. Hanna María reyndi sitt besta en náði þess ekki. 5. stig á Helenu. Já. KA-lið má heldur betur eiga það alvöru karakter í liðinu. Það gefast aldrei upp og eftir þessa raskellingu fyrstur hinu eru það að leiða núna með 6 stigum. Flott blokk þarna, Helena Kristín Gunnarsdóttir. Þetta fyrsta blokkstig KA-leiknum. Hávöld komin í gang, 6 stig á Helenu. Þá tekur Emil Gunnarsson, þjálfari HK, leikhlé. Já. Þannig að sjáum við þetta mitt. Fyrsta blokkstig KA. Voru 2 hjá HK í fyrsturinu. KA-lið 7 stigum yfir að sýna HK hvað í KA-liðinu býr eftir að HK-liði gerði sitt í sama í fyrstu. Já, kominn hálfleikur í bóganum. Þar eru Íslandsmeistarar Vals að leiða 2-0 gegn Þór KA í fótboltanum. Við erum í beinni á KA TV líka. Nóg að vera í dag. Gíja. Hanna bolta og þetta ásjáinni. Hanna ekki móttökunni. Þetta flottur bolti hjá Gíju. Heldur Gíja áfram hérna, aftur fínn bolti, erfitt að eiga við á þessi bolti, svo beint á Pálu, Jóna upp á Helenu. Helena tímasettar það mjög vel en boltinn út frá henni og HK inn í þessu en þetta fer alltaf að vera erfiðara og erfiðara. Gaman að því að það ekki bara skipting á leikmönnum, það líka skipting á ljósmyndurum í KA-liðinu. Egill Bjarni Friðjónsson var að yfirgefa svæðið og þá Þórir Tryggvason mættur. Við fáum vantilega mynda veislur frá þessum leik svo KA síðan í kjölfarið. Hrikalega gaman að því. Arnrún missir hennar móttöku yfir. Svo kemur bolti sem Pála tekur. Helena. Frábær hávörð þarna og átti það ekki verið Hanna María sem tók þetta. Sýndist það. Já, þá fyrsta blokkstig hjá HK í þessari hreinu komið. Það mingið í 6 stig. Það gefa ekkert eftir, enda engin ástæða til þess. Kemur þessi bolti hérna, Arnrún missir hann aðeins svo langt en sleppur með það. Kemur boltin á Neru, Nera með teljan. Og það ná að bjarga þessu boltin þetta var þægilega yfir, Nera upp. Jóna á Pálu, Pála á afturlínunni. Fín móttaka á gestunum en nú vantar aftur þægileg boltur í KA-lið. KA-lið heldur hann að þjarma að HK. Jóna á Heiðrúnu sem hittir ekki boltan eiginlega vel og HK fær stigið. Já, það var svo sem fínt spil á KA-liðinu en Heiðrún náði ekki að hitta boltan. Fyrir vikið fær HK stigið, 16-11. 3 stig í röð hjá HK, þær eru að koma sér aftur inn í þetta. Pála með móttökuna sem erfið, frábær björgun hjá Jónu. Þessi bolti enn í leik og endar með stig á KA. Sjáu þennan bolta maður. Jóna Margrét Arnarsdóttir
teygði aðra höndina í þennan bolta og náði honum svona frábærlega upp. Já, 17-11. Þetta getur verið ansi mikilvægt í staðinn þegar gestir minki í 4 er 60 að munur núna, 17-11. Jóna, þessi bolti flottur og þetta er ásjá Jónu að sjálfsögðu. Það er bara spurning hvenær þessi stelpa fer í atvinnumennsku. Ótrúlega öflug stelpa. Ef ég maður rétt þá verður hún 17 ára á árinu. Lék sína fyrstu A-landsliðsleiki í desember. Og á þessu misþetta uppgjör hérna. En þetta er stelpa sem að lifir hreinlega fyrir blakíþróttina. Og fjölskyldan hennar öll rauninni. En hvað það? Áfram með smjörið. Arnþór með móttökuna. Jóna upp á Neru, Nera af hárinu og þessir út. Já. Vel kallað Kavaliðinu, Helena lét hann að vera. Og Nera skorar 3. stigið sitt. 19-12. Kavalið mista vísu 2 sinnum. Góða stöðu niður gegn Álftnesinum í síðasta leik. Þurfa að halda áfram að klára þetta. Jafni 1-1. Þessi bolti ekki góður frá Laufey. Ætlaði ekki reyna að lauma honum yfir en svo er þetta maður farin að hugsa meira hvar maður ætlar að setja boltan heldur en að hitta hann fyrst. Kavalið 8 stigum yfir, Helena. Matthildur með flotta móttöku, kemur boltinn á Laufey og Arnþór tekur við þessu. Kemur boltinn frá Helenu í afturlínunni, frábær móttöku á Matthildi og aftur Laufey. Laufey, sér að hornið er galopið. Setur boltan rakleiðis þangað, 20-13. Laufey með 6 stig í leiknum. Gott ef þetta er ekki bara hennar fyrsta stig í þessari hreinu. Helena Einarsdóttir. Já, mætt til leiks. Arnþrún og Nera. Af hávörðuna út. Já. Anna stíðir núna skömmum tíma þar sem að Nera plaffar í hávörðuna út. Heiðrún skiptir þá út hérna fyrir Sóley. Þorri, aðstoðardómari. Greinilega nóg að snúast. Sóley þurfti að kalla á hann til þess að fá skiptinguna. Þetta nóg að vera dómar í blækinu. Kemur Sóley. Þessi bolti er langur. En fín móttakandi frá Hönnu. Boltin yfir og þessi er út. Já, Helena var alveg á línunni og sá það að þessi var þá allan daginn að leiðin út þegar hún höfði þetta að teygja síðan. (22-13). Sóley. Nærins var ekki uppgjöfinni yfir netið. Og HK er enn á lífi en þetta er að verða ansi erfitt fyrir þær. Það er búið að stoppa þetta. Það var eitthvað vesen held ég á rittaraborðinu. Það er komið í lag núna. Þá getum við haldið leik áfram. Hanna-Mari fekk þetta aðeins að æfa uppgjöfuna. Og kemur svo með alvöru hérna. Helena tekur við þessu. Jóna upp á Neru. Nera plaffar þessu og Kavalið fær stigið. Já. Þetta er alltaf gerast. 23-14. Vantar aðeins 2 stig núna til að klára þessa aðra hreinu og jafni í 1-1. Kemur nákvæmlega 0 á óvart að þessi leikur fari meira en 3 hreinur. Emil tekur sitt síðasta leikli í hreinunni.
það er ansi ólíklegt að HK nái að snúa þessu sér í vil, en hvað veit maður? Það var náttúrulega eins ótrúlega hluti gerst í blækinu. Nú klukkan 18:00 eftir 2 mínútur leikur Stjörnunar og KA í handboltanum að byrja. Hann sýndur beint á Stöð 2 Sport úr Ásgarði í Garðabænum. Þannig að ef einhver er með þriðja skjáinn og vill bæta við einu leik í viðbót til að horfa á ofan á þennan leik og svo Þór KA Val, þá að gera að kveikja því. En Nera Mateljan sem uppgjöf flott og HK smá vandræði með móttökuna, kom boltan yfir, kemur Gía hratt og hún skorar. Laufey reyndi að berga þessu, gekk ekki. Nú vantar KA 1 stig viðbót, Gía með 3 stig í leiknum og Nera Mateljan í uppgjöfinni eftir þegar hún að ná að hitta á þessar uppgjöfar sínar, þá er það rosalega erfitt að eiga við þetta. Kemur hún hérna, Nera og Matthildur missir hennan og þetta er búið. 25-14 sigur KA í annarri hrinu og KA er búið að jafna í 1-1. Frábærlega gert hjá stelpunum eftir vonbrigða fyrstu hrinu. Þá er það búin að svara því heldur betur. 1-1 núna. Sjáum tölfræðina hérna. Svo ég bara kíkja á það, ég ætla aðeins að bregða mig frá. Já, þá er alltaf verða klárt fyrir þriðju hrinu. Staðan hnífjöfn 1-1 eftir 2 eiginlega frekar ójafnar hrinur. Gestirnir mikið mun betri frá upphafi í fyrstu hrinu.
KA styrir þessu núna við. Kveikjum stemninguna hérna í KA-linu. Þetta er svo skemmtilegt hús KA-lið. Það er auðvelt að ná upp skemmtilegri stemningu og fá fólk með hérna. Þá fer þriðjarinn af stað. Arnþrúður með móttökuna, Jóna hratt uppspil á Heiðrúnu en frábær björgun af Mathildi. Kemur Heiðrún upp á Helenu, Helena svolítið utarlega, kemur boltan yfir. Það er í vandræðum, setja þetta boltan af netinu, konu yfir, Heiðrún upp á Helenu, Helena aftur, plaffar þessu á hártinu og frábær blokk þarna. Þetta var algjörlega til fyrirmyndar. Og Hanna María Friðriksdóttir með öflugt stig. Og missettu uppgjör núna frá henni Eddu. Sjáum. Og Nera setur boltan á hárinu út. Já. Nera búin að vera ansi öflug í því í vetur. Nei, núna í dag, myndi ég. Og Helena Kristín í uppgjöfinni fyrir KA-liði. En þetta er fín móttaka þarna hjá Söru. Boltin yfir, hérna, Jóna tekur upp. Heiðrún á Neru, Nera. Áfram með góð móttaka á Söru, þarna kemur boltinn. Nera tekur. Helena upp á Pálu. Pála til Olmó. En Mathildur á réttum stað. Kemur Laufey. Hávættina frá Heiðrúnu fín. Og Pála til Olmó. Og þessi er inni! Já, heldur betur vel gert hjá henni. Já, Pála til Olmó með stíið. Það gerði hún frábærlega vel. Og svo ás frá Helenu. Og þá kemur þetta magnaða ásfagn hjá KA-liðinu. Og nú takaði við þessu og þessi bolti settur vel upp. Þarna fyrir Laufey, hún skorar. Laufey skorar þarna stig gestanna, minnkar í 4-2. Arnþrúður með flotta móttöku, Jóna tilbaka á Helenu, nei Pálu fyrirgefi, Pála með boltan hérna. Og Arnþrúður aftur, Jóna á Pálu, Pála, bolti skoppar á netinu og Pála reynir að lúra þetta við netið. Nú er það Helena sem spessar út. Já, við erum einfallega bara með vonandi hörku hrinu núna. Við fáum stál í stál. Kemur þessi bolti hérna, Arnþrúður gerir vel. Jóna á Neru, Nera, þessi var inni. Nei. Þessi var inni, sýndist mér. En Gunnar Pálmi, línuvörður, dæmir hann úti. Og það stendur, hann hafa jafnt 4-4. Emil, þjálfari HK, meina hann hafi verið örlítið út á, en þetta var mjög tæft. Þessi bolti sem Arnþrúður tekur Jóna upp á Pálu. KA-liðið nær að bjarga þessu, kemur Pála aftur. Hávörnin hjá HK í boltanum. Nú kemur Laufey og Nera nær, náum ekki að bjarga þessu. Það ætla að teygja sig í boltan og hann gekk ekki.
Já. Arnrún með móttökuna, Jóna upp á Helena laumar og þetta endar í stíi. Sáðu þarna að Arna Sólrún stökk á eftir sér að reyna að bjarga þessu. Náða krafs í boltan, það var ekki nóg. 5-5. Kemur Heiðrún og herra bolta á, þær er í vandræði með þetta og þessi komar hann ekki yfir. Og boltinn rosalega utalega fyrir Laufey og hún kemur boltanum ekki yfir. Heiðrún er áfram uppgjöfinni. Fín uppgjöf frá henni, þær eru í miklu vandræðum. Matti kemur boltanum þægilega yfir. Helena. Jóna á Gíu og þetta hraða spil á Gíu, það er ótrúlega öflugt. K.A. 7-5 yfir, Gíu við 4 stig núna. Þetta verður heldur betur mikilvæg hrina. Liðið sem að tekur þessa hrinu er öruggt með allavega stig og leiknum. Nera í vandræðum. Dæmt tvíslag á hana, það er bara hárrétt. Hún náði ekki að koma boltanum yfir í fyrsta og reyndi þá aftur við hann. Það má ekki. Þá er Hanna María Friðriksdóttir í uppgjöri fyrir gestina. Skoppar hérna af netinu og hérna smá miskilningur milli Jónu og Gíu sem endar í því að boltinn fyrir gólfið og HK jafnir í 7-7. Jæja, Helena upp á Arnrún og Arnrún upp á Pálu, flottu bolti þarna. Háveitinn fín á HK, hún kemur Pála aftur. Pála, já, kemur hún fram hjá Háveittinni. Sneitt hann fram í hávörninni og sett hann það með fram endalínunni. Það gerði Pála mjög vel. Lærði af smassinu sem var blokkað á þann. 5. stig frá Pálu, þau verða klárlega fleiri. Nera, Matteljan. Þessar uppgjafir eru ótrúlega góðar, þetta er á sjáinni. Matthildur Einarsdóttir reyndi sitt best að taka við þessu en þetta er ótrúlega flottar og fastar uppgjafir. Það er miklu meira en að segja að taka á móti þessum boltum. Nera áfram 8-4 fyrir K.A. í Ásum eins og við sáum þarna. Æja, nú er Matthildur alveg með þetta. Þessi bolti Helena tekur, ég var ekki viss að það var inni eða ekki. Nera tekur hann. Nú kemur Laufey. Langur bolti sem að Nera tekur. Jóna upp að Neru, Nera af hávörninni. Og þessi endar úti, Hanna María mist hann aftur fyrir sig og K.A. komið í 10-7. Nera í stórleik komið 9 stig. Alls ekki slæmt. Kemur Nera aftur. Þessi er frábær en Hanna tekur þetta og þessi bolti Arnrún klár hérna. Kemur boltinn af Pálu. Pála. Þessi stendur út. Nei, K.A. fær stigið. Það er dæmt touch. Já, fellir allt með K.A. núna. Pála fær stigið. Og þá tekur Emil Gunnarsson, þjálfari HK leikli. Já, þetta er flott hérna eftir að hafa tapað þessari fyrsturunni illa. Þá er K.A. að svara heldur betur vel. Talandi þennan mikla leikdag K.A. Það er staðan 5-5 í Garðabænum hjá K.A. á Stjörnunni í handboltanum. Hann er í beinni á Stöðvar Sport fyrir áhugasama.
En svo erum við með leik KAB og HKB í fyrstdeild kvenna í blaki á morgun í beinni á KTV klukkan 1. Skemmtileg helgi núna. KTV með 5 beinar útsendingar, það eru 4 í dag. Nera Mateljan. Spurning hvort að Emil ná henni úr jafnvægi með þessu leiklið sínu. Já. Hvort það var Emil eða eitthvað annað, þá allavega fór þessi bolti í nettu og niður. Og HK 3 stigum undir núna og fær uppgjafaréttinn. Það er hún Laufey Björk sem að fer í uppgjöfuna. Það væri ótrúlega sterkt að taka þessa hreinu. Helena á Jónu, Jóna á Gíu, Gíja af hávörninni. Þá lenda þær í vandræðum. Og Káa aftur 4 stig yfir. Gíja Guðnadóttir með 5 stig. Fyrirliðinn magnaður að vanda. Paula Del Olmo. Allur tekur vel við eins og var og kemur boltinn. Sjáum við hávörnina, boltinn frá Söru, en Helena sveif hátt og eiginlega bara ítti þessi bolta beint niður. Þetta gerði hún mjög vel. 9 stig frá Helenu og annað blokkstig KA í leiknum. Paula Del Olmo. Nær eins og var ekki yfir og HK-liðið fagnar gífurlega. Enda svo sem hvert stig telur. Arna með uppgjöfuna fyrir gestina. Hún er of löng. Þetta var vel gert hjá KA-liðinu. Voru með þetta alveg á hreinu. Lét hann fara. Heiðrún mætt aftur til leiks. Og Gíja í uppgjöfinni. Hvílir svo leið og missar uppgjöfina. Kemur lauma þarna. Þetta er hrikalega vel gert. Já. Það var ákaflega vel gert hjá Hepu. Sara með þennan bolta, hann er langur, já. Sá að Pála og Arnrún voru að spáði taka hann, en töluðu svo saman og slepptu honum báðar. Já. Sjáum hérna 10 missettar uppgjafir hjá HK-liðinu gegn 7. Jóna, setur hann aðeins langt til hliðar, þessir út. Þannig að þessi tölfræði sem við vorum að sýna er ekki lengur rétt. Það voru að koma 8 missettar uppgjafir frá KA-liðinu. Arnrún á Jónu. Jóna hratt uppspilað á Heiðrúnu sem að þessi bolti er enn á lífi á Heiðrún. Nú er ég ekki viss. Jæja, HK fær stigið. Ég var ekki viss með þetta. KA-liðið er ekki sátt með þetta. Og það er gult spjald á Miguel Mateo Castrillo, þjálfari KA. Já, ég skil ekki orði í spænsku, þannig að ég veit ekki hvað hann er að segja drengurinn. Áfram í spjöri. Arnrún á Pála
upp á Helena í allt í lagi stöðu þarna og það er í vandræðum. Komum boltanum á hana Hepu. Helena. Og hún skorar, já. Matthildur reynir að berga þessum boltinn ofan á dómarastólinn. Sem að þýðir að boltinn sé bara út. 16-12 fyrir Káa. Mikilvægt að ná að viðhalda fórustunni. Móttakar hann það fín hjá Söru. Það reyna að lauma en tekur þetta. Heiðrún upp á Pálu, Pála plaffar en Matthildur er klár. Kemur boltinn á Laufey. Hún skorar. Arnþrúður reyndi sitt besta að komast inn á bolta en gekk ekki. Laufey Björk að eiga hörkuleik, komið 9 stig. Helena ekki neinu vandra með þetta. Jóna og Nera af hártinu og niður. Já. Nera Mateljan með 10. stigið sitt. Króatinn magnaði. Hún Nera Mateljan. Þá er skipting. Heiðir hún út fyrir Sóley. Sóley beinti uppgjöfina. Hún er með magnaðar uppgjöf er hún Sóley. Sjáum hvað hún gerir. Nær að vísa boltanum ekki yfir netið þessu sinni. Og skiptir á strax í kjölfarið við Heiðrúnu sem að skiptir svo við Arnþrúnu líberó. Þetta er alltaf mjög skemmtilegur. Það er skemmtileg flétta. Hanna María. Minnka þær munin enn frekar. Þessi bolti beint Arnþrúnu stykur hátt upp í loftið og Nera tekur hann svo. Flott móttaka þarna hjá Eddu og þarna klaufaskapur hjá gestunum, tvíslag og Káa aftur 4 stig yfir. Liðin að skiptast á að skora stig núna. Þannig að 4 stiga munur Káa, eða fórusta Káa er að haldast. Nera Mateljan. Þessi var út hins vegar og það voru góðar að kalla og hjálpskipti náði Matthildur að henda sig frá, brosir út að eyrum. Já, og það lendi þetta í annar hreinu að fá boltan bara í sig þegar hún ætlaði að fara frá, en hún að kasta hann sér í gólfið. Þessi bolti Arnþrún með ágætismáttöku, kemur Helena. Reynir að lauma, en Laufey klárar þetta og tvíslag aftur og Hákálið er ekki satt með þetta. Þetta er tvíslag. 15-19. Og Emil tekur leikhlé. Já, gaman að því að Gunnar Pálmi er hálf búinn á því eftir þennan 3-0 sigur karlamegin að hann nýtir hverja einustu hlé í leiknum til þess að leggjast niður. Þeir línuvörður hérna þessu leik, beint í kjölfarið. Ála á drengnum. En sjáum hvað gerist hérna. Þetta leikhlið hjá Emil. Ná að kveikja líf í Hákáliðinu. Káa vantar aðeins 60 til þess að klára þessa hreinu. Vera þá örugt með 1 stig úr leiknum, hið minnsta. Pála til Olmó með boltan hérna. Mjög góð móttaka, hún kom með boltanum upp og Arna skorar.
Já, gerði vel þarna. Þið bótt að nákvæmlega þar sem þurfti að setja hann í staðan fyrir að plaffa honum eitthvað áþörfu. Komum með 4 stig. Það fyrir svo beint í uppgjöfina sjálf. Arnrún, fínt, Jóna, Helena. Þessi móttaka hjá henni Örnu fín og svo kemur þessi bolti sem að Pála tekur. Jóna upp á Helenu, þetta var erfið bolti en hún slær þetta vel og Hávarn tekur þetta. Svo kemur boltin þetta yfir frá Líney. Jóna upp á Heiðbrá. Aja, þetta er áfall, hvar endar þetta? Kemur smass hérna sem að Arnrún gerir frábærlega. Boltin upp á Helenu, Helena plaffar þessu, þessi var inni. Já. Þetta var vel gert, kom þetta hörkusmass sem að Arnrún tók við eins og sönn hetja og í kjölfari komum boltanum á Helenu sem að smurði honum beint á línuna. 16-20. Já, það er mjög gaman að það séu nokkrir áhorfendur hérna á vegum HK. Það er alltaf gaman þegar fólk gerir sér ferðina norður. Það er alltaf lítið að því miður. Þannig að það er mikið hrós á þá Kópavogsbúa sem eru mættir hérna. Ja, kemur boltinn hérna, lauma sem að Heiðrún tekur, Heiðrún fer svo boltan aftur. Frábær Hávörn þarna hjá henni Söru. Sara Ósk Stefánsdóttir með sitt annað stig í leiknum og 5. blokkstig gestanna í leiknum staðreynd. Þá er skipting. Hanna María mætt aftur til leiks. Þriggja munur, þetta er ennþá galopið. Það er Pála á síðustu stundu, lét hann að bolta fara. Hann endar úti, KA fær stigið. Þetta var ansi tæft. En stelpurnar náttúrulega algjörir sérfræðingar í þessu. Mætir Nera aftur hérna. Æja, Jóna Margrét Arnarsdóttir. Þetta er góð móttaka. Kemur boltinn yfir. Þetta smass þetta sem er Helena nær að verjast. Kemur boltinn fyrir Helenu og kemur aftur yfir. Hún er aftur lag fyrir KA-liði. Kemur boltinn aftur yfir frá Pálu. Þessir út. 18. Nei, það hafa dæmt snerting. Það var dæmt snerting, hann að KA-liði fær stigið. Þetta var Helena. Já, KA-liði fekk stigið. Helena með stigið. Ég sá ekki snertinguna. En dómar leiksins gerði það eins og þar. KA 5 stigum yfir núna Jóna. Þessi bolti góður en móttakan enn betri jafnvel. Og svo kemur fín Hávarður KA-liðinu, nú boltinn yfir og sáuðu þetta. Hanna María snýr í vörðisókn, blokkaði Helenu. Hanna María með 6 stig núna. 6 blokkstig hjá gestum gegn 2. Hávarðurinn að skila sínu fyrir gestina. Þessi bolti hérna sem Helena tekur. Jóna upp á Neru, Nera. Matthildur gerir þetta vel. Kemur boltinn svo á Laufey. En Pála verst þessu með Helena. Helena plaffar þessu af Hávarðurinn út. Heldur betur gott stig. Helena kom með 13 stig. Og KA-liðið er 2 stigum frá því að taka þessa 3. hrinu. Og er það komið í 2-1. Helena andar djúpt, kemur svo hérna
og þessi er úti. Matthildur ætlaði að taka hana bolta en fékk kallið að væri út og hætti við. Heba mennar bolta, Ardún tekur við honum, Jóna setur hann á helinu sem að laumar en það verðast þessu vel og kemur bara þessi bolti sem að Jóna reynir að taka en gengur ekki. 23-20. Fyrir sér bolti á Hebu, Ardún tekur mjög vel á móti þessu og kemur Pála og hún skorar. Erfiður bolti þarna fyrir Hebu að eiga við og Káa er núna einu stigi frá því að taka þriðju hrinuna. Og þá fer Heiðrún í uppgjöfina, sjáum hvað hún gerir. Þessi bolti fínn en Matthildur tekur við þessu. Kemur boltin á Laufey af hátinu og hún skorar. Já, þetta er ekki búið, gestirnir gefast ekki upp. En þær þurfa núna 3 stigi viðbót til að knýja fram upphækkun. Hanna María kemur hérna, þessi bolti. Ardún tekur vel við. Og hratt upp til að Jónu, Kíu fyrirgefi. Og þessi bolti dansar á netinu og er ennþá í leik. Vel geti HK að bjarga þessu. Þetta er erfitt að vera boltin dansa svona á línunni á netinu. Og Jóna upp á Pálu sem kemur hann yfir. Hvar endar þetta? Kemur lauma. Jóna gerir þetta mjög vel. Kemur boltin á Pálu. Pála plaffar þessu og skorar! Já, Káalið tekur þriðju hrinuna. Pála til Olma Gómez. 8 stig í leiknum. 25-21 sigur Káa. Og stelpurnar eru heldur betur búnar að svara fyrir þessa fyrstu hrinu sem fór svo illa. Búin að taka núna bæði hrinu 2 og 3. Kíkjum hérna á stigaskorið. Helena Kristín stigasti Káa með 13 stig. Þar eftir Neram að telja með 10. Pála til Olmó með 8. Gía 5. Heiðrún 3. Jóna Margrét 2 og Heiðbrá 1 stig. Sjáum við á gestunum. Laufey er þar stigast með 10. Hanna María með 7. Heba Stól með 4. Einnig Arna Sólrún. Svo eru Edda Björk og Sara Ósk báðar með 2 stig. Já, þetta er frábært að sjá. Káalið er svo andlega sterkt en er alltaf að svara fyrir sig þegar búin að eiga lélega hrinu. Hérna sjáum við hrinu 3, 25-21 sigur Káa, 12 smöss hjá Káa gegn aðeins 4. 2 ásvarði Káa gegn 1, 2 laumur sikkur megin, 1 blokkstig hjá Káa gegn 3. En Káalið gerir aðeins fyrir mistök, gerir 10 gegn 7 og það er á 6 missettar uppgjafir. En þrátt fyrir það vinna þeir svona nokkuð sannfærandi sigur, voru 3-4 stigum yfir eiginlega allar hrinuna. Voru 5 stigum mest yfir en HK leiddi mest með 1. Kíkjum þessu frá leikinni í heild sinni á að hér. Sjáum HK vann fyrstu hrinu 16-25. En Káa svaraði með 25-14 sigri í þeirri næstu og svo núna 25-21 og leiðir í 2-1 fyrir 4. hrinu og getur með sigri í 4. hrinu tryggt sér öll stigin 3 en nú eru gestirnir hins að komið bakið upp í vegg eða blakið upp í vegg kannski eins og einhver myndi segja og þurfa á sigri þar að halda til þess að knýja fram 8. hrinu og halda spennu í þessu. Sjáum að Káalið er að skora töluvert meira úr smössum til þessa í leiknum. 2 þeirra ásar en blokkstigin eru gestana
auk þess sem að KA-liðið hefur verið að gera fleiri mistök, 31 mistök á KA-liðið sem gefur gesturinn stig gegn 25. Bæði lið búin að klikka 11 uppgjöfum. En KA-liðið alltaf með 8 ása sem ansi vel gert. Gestirnir mest leitt með 12 stigum í fyrstu hreinu, KA mest leitt með 11 í heildina sem var akkurat munurinn þegar þeir unnu aðra hreinu. En nú styttist í að hrina 4 fara af stað. Hvernig svara gestirnir því að KA sé komið 2-1 yfir? Já, Jóna Margrét mun hefja þessa 4. hrinu. Kemur boltinn frá henni, Mallur tekur við þessu. Kemur boltinn hratt á Hönnu. Jóna mætt á svæði. Nera af háhorninni, en Mallur klárar þetta. Kemur boltinn upp og Heba, en Pála tekur við þessu. Kemur boltinn á Helena að lauma og endar í stigi. Slök sterting hérna frá Laufey sem var eiginlega búin að lesa laumuna frá Helenu. En Helena fær stigið skráða sig, 14 hjá henni komin, 1-0 fyrir KA. Jóna Margrét, fínn bolti hjá henni og Helena með hávörðina. Þarna var hún ein í hávörðinni en það var nóg og hún tekur þetta, komið með 15 stig. Hún heldur áfram að eiga stjörnuleiki hérna. Jóna menna bolta og þær koma honum á Stjarn ótrúlega hátt yfir og kemur. Það í gríðarleg vandræði, þessi bolti var út, var röngum með við antennuna. KA komið 3-0, HK í gríðarleg vandræði hana. Og KA komið í 3-0 hér í upphafi 4. hrinu. Þeir eru bara að halda árum að hamra járnið með þeir heitt. Móttakan í HK hefur verið mjög góð. En þá kemur þessi uppgjöf frá Jónu út. Arnrún með fína áttöku, boltið svo upp á Helenu, Helena plaffar þessu, nei, hún er til að algjörða laumu sem að gefur stig því Laufey stýrir þessu aftur fyrir sig. Fín móttaka KA hérna af Pála af háhorninni og Mallur upp. Og boltinn hérna á Laufey, en Pála tekur við, færir svo aftur í kjölfarið, plaffar þessu og skorar. Erfitt hérna fyrir Eddu Björk að taka við þessu, þetta var fastubolti beint á hana. Og svo kemur misandi uppgjöf frá Helenu. Helena gerir þetta vel. Jóna upp að Pálu. Pála. Já. Þegar Pála fær svona færi, þá endar alltaf með stigi. Smassa fram í hávörðinni og
á hárrétta stað sem að var engin. 10 stig frá Pálu. Komin hálfleikur í Garðabænum sem Stjarnan og KA eigast í úrslit karla handboltanum. 14-11 fyrir Söðunni þar. Hérna gott stig, þetta var Hanna María. Já, komið 8 stig. HK-liðið verður að passa sig að missa KA-liðið ekki ólangt fram úr sér. Þetta er þeirra síðasti séns, þessi hrina. Það er hægt að segja að fá eitthvað út úr þessum leik. Arnþór með flotta móttöku beint á Jónu. Jóna upp á Helenu afturlínuna og Helena gerir þetta frábærlega. Góður bolti þarna frá Jónu og Helena gerir þetta upp á 10. Þegar hún hefur hæðina eins og Helena hefur, auk þess að hafa hennar stökkkraft, þá getur smassur afturlínu verið jafnvel bara betra heldur en að vera upp í netið. Mallur með fína móttöku. Hér kemur boltinn út frá Laufey. KA komið í 8-3. Flott byrjun á fjórðu hrinu hjá okkar liði. En skulum alls ekki afskrifa gestina. Nera. Þessi bolti er langur og þær lesa það vel. Fjórtánda uppgjöfin sem klikkar á KA. Kemur skipting á gestunum, Laufey út. Og inn á kemur Helena Einarsdóttir. Já, sjáum við hérna 14 misjafnar uppgjöfin á KA gegn 11. Sérlöng á Sirkjaf of utalega. Helena Einarsdóttir nýkomin inn. En náði ekki betri bolta en þetta. Kemur Pála til Olmo. Hún er eins og inn á vellinum. Matilda tekur við þessu mjög vel. Kemur þessi bolti hérna frá Örnu. Hún er blokkuð eins og var KA-liðið. Kemur boltan svo yfir. Lauma, það frábær lauma frá Eddu Björk. Leit laumulega aftur fyrir sig, sá að hávöldin var ekki klár og nýtti tækifærið. Og skellt þessi bolta í gólfið. Þetta vel gert hjá henni. Kemur Arna. Solrún, hvað gerir hún? Þessi bolti. Gía tekur við, fæðan bolta svo beint í kjölfarið. En Arna tekur svo við honum í kjölfarið og Nera á Jónu og Jónu yfir Helenu og Helena plaffar þessu og þessi er að koma hann yfir. KA-liðið er hún í góðu færi. Jónar laumar, já. Önnur laumar á Jónu í leiknum. Svarar hann fyrir laumar sem Edda komið á hann. Þetta er magnað. Og ótrúlega mikilvægt fyrir uppspilarar að hafa þetta vopn í sínu vopnabúri. Og þú getur ekki alltaf bara beðið eftir því að boltinn fari á annarkvort kantinn eða miðjuna. Heldur þurfi líka að vera tilbúin að loka á bolta frá uppspilararnum. Jóna upp á Pálu og Pála gerir þetta frábærlega. Nú er KA-liðið að leika við hvern sem fingur. 11-5. 11 stig frá Pálu. Kemur Laufey aftur inn á hjá gestunum og Helena aftur út. 6 stiga munur og KA-liðið er einfaldlega að spila frábært blak núna. Þá tekur Emil þjálfari HK leikhlé. Og það er þó nokkuð síðan að Matteo tók leikhlé fyrir KA. En já, KA-liðið er að búa að gera mjög vel í að snúa þessu seríu. Við sjáum hérna 31-16 í smössum fyrir KA. HK-liðið byrjar reyndar af miklu krafti í sókninni sinni.
En síðan hefur dregið aðeins af þeim og saman tíma hefur KA-liðið farið að fullu gasi inn í þetta. Kemur Gía. Hann er svona aðeins aftur í sig en það gerir hann vel í að berga þessu. Kemur boltinn upp á Helenu. Helena, hún er blokkuð en boltinn er enn í leik. Helena aftur og hún skýtar hann í blokkinu og niður. Þvílíkur leikur á henni. Helena með 18 stig. 12-5 fyrir KA. Og þær eru einfaldlega að stinga af. Þessi bolti einhvern veginn snýst af netinu yfir og beint niður. Gía Gunnarðir, þetta er ótrúlegt. Það er allt að ganga upp á KA-liðinu núna. Þá kemur skipting á báðum liðum. Og Lovísa kemur inn á KA-liðinu og hún Laila Sara er að koma inn hjá HK. 13-5 núna. En það væri gaman að KA-liðið myndi ná að byrja alla leiki að þessum sama krafti og hafa verið að sína þegar leikur er komin af stað. En Gía með hennar bolta, Matthildur tekur við og upp. Já, það ná að berga þessu. Helena yfir. Nú er lag fyrir gestina. Kemur hörku smass þarna frá henni Söru Ósk sem að skorar. Lífsnauðsynlegt stig fyrir HK. Það gefast ekki upp en þetta er erfið staða. KA-liðið er rúmlega hálna með að klára þetta í þessari fjórðu hreinu. Þessi bolti, Arnrún tekur við, missir hann yfir. Og svo kemur hörku smass þarna frá Hönnu Maríu. Og hún minkar þetta í 13-7. Já, þetta er alveg möguleiki en þá, heldur betur. Þessi bolti er út. Já, aðeins og löngu uppgjöf frá Söru. KA-liðið gerir vel í að átta sig á því. Þessi var náttúrulega langt úti. Jóna Margrét mennabolta, hann er góður en Laufey nær að taka þetta og það er komið fjórslag. Þessi bolti fór bara í netið, engin Hávörn, þannig að þetta var fjórða snertingin hjá HK, það er á mikið. Flott uppgjöf þarna hjá Jónu. Hún kemur aftur núna. Þetta er fínn bolti sem að Laufey tekur og kemur reynir að lauma þetta en núna sér Helena við henni. Laila með bolta sem að Pála tekur við og kemur nera. Plaffar þessu enn í leik. Þarna vantaði einhver talanda hjá gestunum og KA er komið 16-7 yfir. Já. 16-7 fyrir KA-liðinu. Það þarf eitthvað mikið að gerast ef HK ætlar að koma sér aftur inn í þetta. Kemur Jóna. Þessi bolti geggjaður með þess að sleikir neti líka með Laila, reynir að lauma en Jóna tekur þetta. Og Arnrún missetur hennar bolti eitthvað aðeins. Það vantaði eitt skref í viðbót og hún veitir på sér sökina en brosir nú bara að þessu. Þetta eðlilega staðan er góð. Þetta Björk. Sifgjöf. Það sem að Arnrún tekur núna og með Helena. Laumar. Já. Gerði frábærlega þarna í að þetta boltan eins lítið yfir Hávörn og hægt var. Boltinn datt á beint í gólfið fyrir aftan 17-8.
fyrir svo sjálf uppgjöfina og Matthildur tekur við, enn og aftur. Laufey og frábær hávar, þetta var Nera Mateljan. Komið með 12 stig. Káa komið með 4 blokkstig núna í leiknum. Helena aftur. Matthildur missir hann yfir. Hún Valdís mætt aftur leiks og bolti fyrir yfir á endanum. Kemur svo þessi bolti frá Laufey og hendur á lífi. Pála upp á Helenu. Helena tekur laust. Hótaði smassinu og svo kemur flottur bolti þetta. Helena tekur og þetta vantaði mér talanda. Þessi bolti endar í gólfinu. 89. Hanna María fær þetta stig. Plaffaði þessu niður. Þessi bolti út, vel gert í Pálu. Já, hún var eitthvað að miskilja dómarana, ætlaði eitthvað að fara að láta í sér heyra en áttaði sig á því að voru að dæma boltan úti. Nú eru bæði lið búin að klikka 14 uppgjöfum í leiknum. Lovísa mætt í uppgjöfuna fyrir Káa. Þessi bolti greinilega magnaður. Þú skil ég ekki hvað Emil Gunnarsson þjálfari að HK var að gera þarna. Ég held að það ekki sést í mynd. Hans sló boltan þarna. Það var nú leikmaðurinn að hlaupa eftir boltan að ná honum. En Emil plaffar hann í burtu. Já, ég skil ekki alveg hvað hann var að gera þarna. En svo kemur þessi bolti frá Lovísu út. 10 stiga munur. Káa vantar aðeins 5 stig upp til að klára þetta. Þessi uppgjöf beint að Pálu. Pála á Jónu og aftur að Pálu. Pála. Þessi bolti er út. Það var 4. slagið. Káa er komið með 9 fingur á sigur í þessum leik. Skipting hérna. Amelia koma inn fyrir Káa og Líney Inga inn fyrir gestina. Og Amelia fer beint í uppgjöfina. En nær hún ekki yfir. Það er bara að hafa það. 21-11. Laufey Björk núna fyrir HK. Kemur þessi bolti. Og þessi var hansi lúmskur, rétt fór yfir nettið og Valdís skuttla sér á hann. Þetta var erfitt fyrir Valdísi. Og Laufey Björk fær því ás. 5. ás gestanna í leiknum. Káa eins að við 10. Þessi boltið það sem Pála tekur. Boltið núna á Gíu sem tekur beint yfir. Hvað gerir gestin núna? Hörku smass þarna frá Söru. Edda með flott uppspil og Sara með sitt 4. stig í kjölfarið. Þessi boltir beint á Valdísi. Gíja upp á Jónu. Jóna. Já, boltir aftur til Káa. Amelia á Pálu. Pála. Við ágætis bolta. Káa liðið ennþá með boltan. Kemur Pála aftur. Smassar þessu og sér út. Já, Líney stökk frá þessu, lítið hann vera. 21-14, 4 stig í röð frá HK.
Pála, Amelia hratt uppspil á Gíu og Gía hittar hann ekki nægilega vel að þessir út. 21-15, þetta ekki búið. 6 stiga munur og spilum þetta Matteo að taka leikli. Aðeins að skerpa á þessu. Áður en það fer að verða of lítill munur. Jæja, Valdís, Amelia upp á Pálu, Pála hnit með bolta sem ná að verjast. Kemur lauma en Amelia með þetta og Jóna kemur hann yfir. Og kemur lauma frá gestunum, það er ná boltan svo yfir og út. Þessi endaði úti og KA-liðið fekk þetta dýrmætt stig 22-15. Sjö stiga munur, KA er 3 stigum frá því að klára þennan leik. Það væri óskandi. Pála í uppgjöfinni. Hún er fín, Matthildur á Eddu sem að gefa hann beint yfir og skorar. 22-16. Þessi bolti er aðeins of langur og endar úti. Já. Þetta er að fara að líta ansi vel út fyrir KA hér í 4. hrynu. Lovísa mætt aftur. Kemur Gía. Þessi bolti. Fín móttaka hjá Laufey og það var laglega gert. 23-17, þetta stig frá Eddu. Hún er stór hættulega upp fyrir netið. En nú þarf Sara Ósk að ná nokkrum góðum uppgjöfum í röð ef að HK á að eiga einhver séns á að halda þessu leik gangandi. Þarna var einhver misskilningur hjá Valdísi og Pálu. Þarna endar í ás fyrir Söru, en hún er greinilega klár í slaginn í að halda vonum HK áfram á lífi. 7. ásinn á HK. Nú er Valdís með þetta, en boltinn fór aðeins á langt og þarna lúrði Laila Sara, hún kláraði þetta. 4 stiga munur, þá tekur Miguel Matteo Castrillo leikliðið. Munurinn orðinn aðeins 4 stig, KA-liðið var 21-10 yfir áðan. HK er búið að þokast heldur betur nær hérna. En sjáum hvort að það verði nóg. Það verður náttúrulega ansi erfitt leið og þeir missa uppgjöfarréttinn sem að Sara er með hérna. Jæja, Sara, boltinn frá henni, Pála tekur vel við, Amelia upp á Helena, þetta gerir Laila eins og vel, það sem boltan aftur, hún reynir að lauma, Amelia tekur þetta upp og Helena, Laufey, áfram aftur á Lailu, Laila plaffar þess að orðinni, þetta gerir Pála vel, gefur boltinn á Helena smassar og boltinn af háöndinu og svo Matthildi og út. Og þetta 20 stig Helenar frá Helenumyndi er að koma KA-liðinu í algjöra úrvalsstöðu á að klára þetta. Og þá er Jóna Margrét í uppgjöfinni. Gæti alveg vel verið, hún klárar þetta bara með ás. Að duga eða drepast fyrir HK. En móttakan er fín hjá Söru. Það kemur Laila með boltan yfir.
Jóna á Helenu, Helena plaffar þessu og sáuðu móttökuna á Matthildi. Laila á hornin, boltinn á lífi, nei, dæmt tvíslag eða mók á KA-liði. Já, þetta ekki alveg búið, 24-20. En pressan nú þokkaleg á Eddu Björk núna. Hún má ekki klikka. Aldís upp á Jónu og Jóna setur hann á Helenu. En Hávartin tekur þetta vel. Kemur boltinn frá Laufey og hún skorar. Þetta áfram stál í stál, hérna 24-21. En Edda þarf að standast pressuna. Pála nær ekki boltanum að hátta upp og fyrir vikið þetta fyrir boltin í netið. Það erfiði boltar að eiga við. 24-22. Jæja, hérna hér, Edda Björk. Hún heldur betur að standast pressuna. Þessi bolti á Valdísi. Kemur boltinn erfiðu fyrir Helenu og hún nær ekki að stýra hann yfir. Ein stiga munur, HK getur farið að knýja fram upphækkun með því að skora næsta stig. Þetta fljótt að breytast heldur betur. Þá tekur Matteo leikhlé. Það svo sem ennþá óbreytt. Klikk hjá HK gefur KA-liðinu sigurinn. En aðdánavert hjá HK gefast ekki upp í stöðunni 21-10. Við erum búin að minnka hana munin í 1 stig, 24-23. Það skildi þó aldrei verða að við verðum að fara í upphækkun og jafnvel í oddarhrinnu kjölfarið. Það væri ótrúlegt klúður á KA-liðinu að klára ekki leikinn í þessari fjórðu hrinnu. Heiður Rún kemur inn fyrir Lovísu. Æja, eftir þetta leikhlé. Þessi bolti beint á Valdísi, Valdís upp á Jónu, Jóna á Helenu sem að smassar en góð móttaka hérna. Kemur Laila á Pálu. Jóna upp á Neru, Nera smassar þessu af netinu og ekki, þetta fjórslag og við erum að fara í upphækkun 24-24. HK heldur betur búið að snúa þessari hrinu eftir að vera 11 stigum undir og rétt áðan. Þessi bolti sem að Helena tekur, Jóna upp á Pálu tilbaka sem verður að taka hann auðveldlega yfir. Kemur Lauma, Jóna missir hann ekki yfir. Kemur boltinn á Laufey sem að hittir hann illa og KA aftur komið í bílstjórasæti 25-24. Og Helena Kristín í uppgjöfinni. Nú var fínt að fá Áns og klára þetta bara. Helena Kristín Gunnarsdóttir með þennan bolta sem að Matthildur tekur. Edda upp og Katta klárar þetta. Pála til Olmó í háundinni og KA-liðið klárar þessa fjórðu hreinu á ævintýralegan hátt eftir að hafa mist algjörlega unna stöðu niður í upphækkun. En þetta var þó allavega vel gert að klára hana. 26-24 KA og 3-1 í heildina eftir að HK hafði unnið fyrstu hreinu með miklum yfirbörðum. KA-liðið fer því með öll 3 stigin. Sjáum hérna stigaskorunina, hér kemur hún. Helena Kristín Gunnarsdóttir stigast KA með 20 stig. Pála Olmar með 13, Nera með 12, Gíja með 6, Heiðrún Júlía og Jóna Margrét allar báðar með 3 stig. Lovísa Rut og Heiðbrá báðar með 1 stig. Sjáum við á gestunum. Þar var Laufey Björk með 12 stig, Hanna María 10, Edda 6, Sara Ósk með 5,
Hepparsson með 4, einnig Arna Solrún og Laila Sara gerði 1 stig. Rennum örstutt yfir tölfræðina í 4. hrynu fyrirgefið, það fór bara 4 hrynnur. 26-24 sigur KA eftir að KA hefði leitt 21-10. En það skiptir ekki öllu máli, sigur er sigur. 8 smörs hjá KA gegn 6, 2 Ástar hjá KA gegn 3, 4 Launburg gegn 3, 3 blokksstig hjá KA gegn 1, 11 stig sem að KA gefur HK með mistökum, 9 eins og var hinum megin. KA leiddi mest með 11 stigum, HK aldrei. En gríðarlega vel gert hjá gesturum að knýja þarna með uppbækununa en kostaði þetta mikla orku að fá hana. Það dugði ekki, KA-liðið með öll 3 stigin og þetta er risaskref í að verja deildarmeistaratitilinn. KA-liðið er hægt og bítandi að klára þetta. En ég held að við förum að fara að segja þetta gott í dag. Þetta sjáum við heildartölfræðina. Ágúst Stefánsson heiti ég, lýst þessu með ykkur og Stefán Jóhansson sá útsendingu. Þannig já, förum að segja þetta gott í dag. Magnaður dagur að KA TV að klárast. Minnum að KA B og HK B mætast á morgun klukkan 1 hér í KA-milinu á KA TV að gera horfa á ennþá meira blag. Já, takk fyrir okkur, bless.